Komið sæl og verið velkomin í Kíkt í kassan, nýjan dagskrárlið hér á Nörd Norðsins. Ég veit fátt skemmtilegra heldur en að kaupa mér nýtt spil og opna kassan, sjá innihaldið, meðhöndla trébitina, handleika teningana, setja upp leikborðið og sjá hversu veglegt spilið lítur út. Kíkt í kassan er mín leið til þess að deila þessari upplifun og gleði með ykkur. Ég heiti Magnús og í fyrsta þættinum af Kíkt í kassan ætlum við að skoða spilið Dinosaur Island. Áður við dembum okkur beint í kassan, þá langar mig að byrja aðeins að fá að tala um artworkið á þessum kassa, eða það sem er framan á, myndina. Því að hún er gríðarlega falleg og ótrúlega grípandi svona þegar þú gengur inn í versluna og ert að skoða þá verð ég að segja að þetta er eitthvað sem svona gleður augað. Skærir litir og mjög svo svona spennandi og lýsandi fyrir það sem er að fara að gerast í spilinu og kassanum. En í Dinosaur Island þá vorum við basically að búa til okkar eigin júragarð og að rækta upp risaeðlur, laða að okkur fólk í garðinn, en að sjálfsögðu að samaskapi þá þurfum við að passa upp á gæsluna, því ef að gæslan er ekki nógu góð þá er hætta við því að einhverjir einstaklingar sem koma að skoða garðinn muna týna lífinu og vera étnir af risaeðlum. En að myndinni, hún er glæsileg og bara lýsandi, skæri litir. Við skulum kíkja aðeins á bakliðina og sjá hvað er þar fyrir aftan. Kassin sjálfur er alveg ágætlega þungur, þannig ég býst við að það sé eitthvað veglegt inn í honum. Hérna aftan á ég bara smá lýsing á spilinu, við sjáum hvað er innan í, teningar, spilið er fyrir 2-4 leikmenn, tekur 90-120 mínútur spilum og fyrir 8 ára eldri, og svo er hérna lítill miði sem ástendur að það er hægt að spila spilið einn eða solo. Þannig við skulum bara demba okkur í kassan. Fyrsta sem við sjáum hérna þegar við opnum boxið eru regluleiðbeiningarnar. Þær eru 1, 2, 3, virðast vera ágætlega uppsettar. Hvernig skal spila, það eru 4-5 fasar í umferðinni. Nóg af sýnidæmum sem að hjálpa manni að skilja reglurnar ennþá betur, sem er alltaf jákvætt. Það er eitthvað sem mér finnst mjög nauðsynlegt að þessi nógu sýnidæmum í hverju spili. Og þetta eru 19 blaðsíður og svo bara artworkið á bakvið. Skemmtilegt líka að útgefandinn sé Pandasaurus Games og að þeir séu að gefa út spil risaeðlur. Og svo eru við að sjálfsögðu með nóg af þykkum. Sjá, fyrsti, þetta er alveg temmileg þykkt á pappanum. Við erum með 1, 2, 3, 4, ok. 5, hér er moskítófluga. 5, 6, 7 mismunandi 7 pappaspjöld sem það að kýla út og þau losna eins og þið sjáið þægilega út. Það eru hérna pappapinningar í spilinu, svo að það ætti ekki að vera neitt mála að losa úr spjöldinu. Hérna er greinilega auður reitur að spurning hvað við gerum við hann. Kannski er þetta eitthvað sem við getum nota til þess að skrifa sjálfa og búa til okkar eigin reiti. Og hérna erum við með líklega spjöld leikmanna sjálfra og það er áhugavert að sjá að það er búið að skrifa inn hérna sérst Phase 3, þannig að það er greinilegt að það eru greinagóða lýsingar á hvernig hver fasi gengur fyrir sig í spilinu. Það sem er sérstaklega athugavert er að þeir hafa grafið út eða sett svona auka lag af pappa ofan á
grunninn sjálfan sem að hjálpar kubbunum að haldast á sínum stað. Þetta finnst mér alveg vera einstaklega vel gert því að í mörgum spilum þar sem menn þurfa að notast við kubba til þess að halda utan einhvers konar hráefni eða hvað svo sem þeir þurfa að halda utanum, þá það oft þannig til að ef menn rekast í spjaldið eitthvað, þá fara kubbarnir á flug og spilum eins og Suburbia og Terraforming Mars, og þetta getur sett spilið svolítið svona í uppnám. En hérna alveg greinilegt að þeir hafa lagt allt í verkefnið og sett þessa rákir hérna í sem að viðhalda kubbanum á sínu stað. Einstaklega vel gert. Hérna sjáum við líka að eitt fyrirtækið heitir Walk-in Research Holdings. Þannig að það líklega eitt lið sem getur eitt fyrirtæki sem getur spilað. Svo ertu með PandaGen Incorporated og þarna ertu með logoið frá útgefandunum sjálfum, Pandasaurus Games. Það ekkert óeðlilegt að þeir hafa laumað því hérna með. Svo erum við með Lewis Leviathans LLC og að lokum erum við með Gilcorp, The Compassionate Corporation. Öll spjöldin eru eins að öllu leyti fyrir utan að það eru mismunandi nöfn á fyrirtækjunum. Hérna erum við svo með stigatrakkið og eitthvað sem kallast excitement level, mjög spennandi, og svo hvernig röð leikmanna er líklega framkvæmt eða í hvaða röð leikmenn gera. Hérna svo kannilega fyrsta skrifið í hverju umferð, velmerkt phase 1, svo það fer ekkert fram hjá neinum þegar í hvaða röð spilið skal spilast. Hérna getum við sett kannilega leikmenn okkar á borðið, eitthvað sem kallast increase cold storage, og hér eru kannilega mismunandi tegundir af risaðlum sem við getum fengið til okkar. Það er annars vegar grænmetisæturnar, það eru litlar kjötætur og að lokum stórar kjötætur. Svo er kannilega hægt að finna DNA fyrir risaðlunar og ég held að það sé eitt af mjög mikilvægum hlutverkum í spilinu. Hérna er fasi 4, ég held að þetta sé eitthvað sem að allir leikmenn fá einnig. Þetta er í rauninni garðurinn okkar sem að við komum til með að byggja upp. Hérna komum við til með að geima risaðlunar okkar, búa til afþreyingu, setja upp matsölustaði, allt svona til þess að gestirnir í garðinum sem að koma til að skoða garðinn hafi eitthvað að gera. Við erum með 1, 2, 3, 4 þannig spjöld. Og svo erum við með fasa 2 og fasa 5. Hérna geta leikmenn fengið 2 basic DNA sem kostar greinilega $2, 3 DNA $3, advanced DNA sem eru 4 og 2 advanced sem eru 5. Svo er eitthvað sem hérna sérstakur specialist reitur. Þannig að mér sýnist þetta allt saman að vera mjög spennandi. Svo er hérna grænn flauelspoki merktur Dinosaur Island. Einstaklega flott touch hjá Pandasaurus Games að hafa vera með svona ásaumað nafnið á spilinu í hérna flauelspokan. Hann er lokanlegur báðum megin, þannig að það mun ekkert hellast úr pokanum. Það er einstaklega vel gert. Það er leiðilegt ef hann er bara öðrum megin, þá er hægt á að hann lokist ekki almennilega. Stór og mikill poki, ekkert mála hérna. Stinga höndin ofan í hann og líklega ná í þá kubba sem að verða settir hér onni, hvort sem er ræða workera, risaðlur eða eitthvað annað. Hérna erum við svo með
Þetta að sjá þessa teninga. Þetta eru glæsilegi teningar. Þeir eru svona gulir og gegnsæir, stórir og miklir. Ég veit ekki hvort þið heyri hljóðið. Allir með einhverjum sérstökum táknum sem leikmenn koma sjálfsagt til með að þurfa að rúlla og notfæra sér í spilinu. Má sjá, hérna er tákn, fjólblátt, blátt, rautt. Þetta finnst mér geggjað. Þeir eru veglegir, fara vel í hönd. Veit ekki, Yatzy, kannski, veit ekki. Slatt af auka pókum til þess að halda góðu skipulagi á spilinu. Hérna eru við svo líklega með alla kubbana. Þeir eru allir úr plasti, þeir líklega koma til með að fara á spjöldin sem ég sýndi ykkur hérna áðan, leikmannaspjöldin. Þannig að við skellum bara nokkrum kubbum hérna onni. Það sjáum við að þó ég hristi aðeins til, þá haldast þeir nokkuð stöðugir. Svo það er geggjað. Við stula þetta. Nú, hér erum við með fallega bleikar risaeðlur, sýnst mér. Hérna erum við líklega með litlar kjötætur. Við erum með fleiri af þeim. Eru það allar eins? Nei, ég trúi því nú allar. Má sjá. Döndum aðeins að setja bara úr pókanum. Já, ætla að séu allar eins. Það trúi. Eða nú vil ég kannski fá aðeins meiri fjölbreytni. Kannski eru þessa típur allar. Veitu? Jú, hér er eitthvað meira. Nei. Alla, Mér sýnist alltaf fljótu bragði að þá séu allar risaeðlurnar, allar plastfígurnar fyrir risaeðlurnar vera eins. Skal viðurkenna að það er smá vonbrigði. Ég hef verið til í að hafa smá svona fjölbreytni, hvort það væru stórar kjötætur, litlar kjötætur eða grasætur eða grænmetisætur, líklega réttar að kalla þetta grasætur. En það virðist ekki verið sem svo. En allt er góð með það. Hérna erum við svo líklega með bara þegnana fyrir leikmenn. Það er hægt að vera rauður, hvítur, blár og grænn. Og mér sýnist þeir allir einfaldlega vera eins. Hérna erum við svo líklega með gestina sem koma til með að koma í garðin okkar, og ég held að þessir fjólubláu séu einhverjir svona óeirðasekir, og ég held að þetta séu hérna gestirnir, og þeir koma til með að fara ofan í pókan. Svo drögum við gestina upp úr pókanum, og ef við fáum einhverja óeirðaseki þá borga þeir sig ekki inn í garðin og hérna geta ollið einhverjum skandalum. Svo hérna erum við með kort. Við skulum bara opna þau, sjá hvað hérna er að finna í þeim. Þeir eru svona í temmilegri þykkt, ég held að það sé svona ráðlagt að slífa þau. Hérna er eitthvað sem kallast plot twist, spil, builder, chaos theories, þetta er allt hugsanlega einhverjir powerar. Hérna er
Matreiðslumaður, má sjá, ég ætla að skoða hann aðeins betur, þar sem ég nú einu sinni matreiðslumaður sjálfur. Chef, you may place one patron at a food attraction, even if full, each round score one victory point. Þannig að þetta er líklega hægt að ráða til sín þennan mann. Hann virkar ekkert gríðarlega glaður, en það er svona skemmtilegt artwork á spilinu. Við sjáum að hann er hérna með einhverja heldur á einhverju lítilli risaðilu hérna á. Það er gott að vera ekki einhverju snákar sem bara teygja sig hérna upp í hana. Sjá fyrir maður gegn fleiri spil hérna. Computer Programmer, Dino Hunter, HR Manager. Það er nóg af þessum specialist spjöldum sem við sjáum hérna aftan á. Svo er hérna greinilega spjöld fyrir einmenningsspilun eða solo, og þá er þetta einhver markmið sem leikmenn þurfa að gæta af, hvort það er í hverju umferð eða í hverju spili fyrir sig. Þannig að ég sýnist endurspilina möguleikin á þessu spili vera bara mjög, mjög góður. Sjáum hérna bakliðina, fallega myndskreitt. Og hérna til þess að halda utanum umferðina þegar þú ert að spila einn. Já, þetta er svokölluð plot twist card sem við sáum hérna fremst. Og svo erum við annan stokk. Við erum kíkja hvað er í honum líka. Ekki láta ykkur bregða þótt að upp kemur hérna köttur á borðið. Já, hana Cleo, hún er mjög hrifin af öllu svona sem að skrjáar í. Hérna erum við með einhver objectives eða verkefni. Greinilega hægt að spila bæði short game sem er mjög hentugt, og svona sérstaklega ef maður er að læra að spila í fyrsta skipti, eitthvað sem heitir medium game. Það er frábært, og þá gerir ég ráð fyrir að það sé eitthvað sem heitir long game líka. Ó já, long game. Það er frábært. Það er þetta að, þú veist, hafa mismundi lengdir á spilinu eftir hversu mikinn tíma menn hafa til þess að spila, eða hvort sem það eru reyndir spilarar eða ekki. Það finnst mér alltaf að vera einstaklega sniðu hönnun, þannig ég hlakka til að prófa hinnar ýmsu útgáfur af þessu, og svo spurning og greinilega nóg af mismundi objectives. Ég ger ekki ráð fyrir þessu öll í hverju spili, þannig að ætla sé ekki kannski 4-5 í hérna, eða 3-5 í hverjum leik fyrir sig. Við sjáum að það eru, þú veist, þessi hérna er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 spjöld sem eru bara í short gameinu. Og svo erum við með fleiri plot twist spil sem voru hérna áðan líka, sjáum þau hérna líka, þannig að þeir hafa ekki öll verið í sömu pakningu. Þannig að ég gerir ráð fyrir að þetta sé eitthvað sem er valið af handahófi í uppsetningu spilsins. Og þetta er allt sem að finna má í kassanum. Við erum með leikmannaborðin og öll pappirsvöldin sem þarf að kýla út. Insertið sjálft í kassanum er ekkert eitthvað rosalega sérstakt. Það má kannski eitthvað betur bæta það, en ég geri það þá bara sjálfur. Annars er þetta bara, líst mér gríðarlega vel á þetta virðist vera ágætis framleiðsla. Ég sá á borðspilaspjallinu að þá var spilið gefið út í deluxe útgáfu, og þá var hægt að, þá voru peningarnir, þeir voru sem sagt úr málmi og voru 1,2 kíló að þyngd, þannig að það er svona greinilega veglegri útgáfa heldur en svo sem að ég veslaði mér. En þetta var Dinosaur Island. Ég vona að þetta hafi kveikt eitthvað í ykkur og hvet ykkur til þess að kaupa spilið.
Takk hérlega fyrir mig.